Erindi mitt í dag ber yfirskriftina banvænt stolt. Það segir í Orðskviðunum 11:2, komir hroki, kemur smán, en hjá lítillátum er viska. Og einnig í kafla 16 og í 18. versið það segir, dramsami er undanfari tortimingar og oflæti veit á fall. Og ég ætla að segja ykkur sögu sem barst mér á Facebook. Og það segir þar að þessi sönnsaga, hvort það er rétt eða ekki, það veit ég ekki. En mér fannst það þess vel virði að deila henni með ykkur. Hún er svona, kona mín og ég rifumst lítilega einn mánudags morgun þegar við vorum að búa okkur undir að fara í vinnuna. Ég var pirraður yfir einhverju svo smávægilegu, yfir því hvernig hún hafði smurt brauðið. Það var ekki snyrtilega smurt og í stað þess að hunsa það lét ég falla harkalegar athugasemdir. Orð mín ómuðu herbergi eins og þruma. Ef ég hefði vitað hvað var í vændum, hefði ég lokað augunum, borðað brauðið hljóðlega og brosað til hennar í staðinn. En ég gerði það ekki. Hún var særð yfir tóninum í röddinni. Hún ýtti diskinni sínum til hliðar, fór frá borðinu án þess að borða og fór í vinnuna án þess að kveðja. Ég var líka reiður og hvorugt okkar vildi stíga fyrsta skrefið í átt að friði. Kvöldi komum við heim án þess að tala. Við borðuðum hvort í sínu lagi og fórum að sofa í þögn. Þriðjudagur, miðvikudagur og svo fimmtudagur liðu á sama hátt. Stolt okkar reisti veggi á milli okkar. Á fimmtudagskvöldi var við kvöldmatinn braut hún loksins þögnina. Hún hvíslaði lágt, hæ. Ég vildi svara, en stoltið mitt hélt mér bara tilbaka. Ég hélt áfram að borða þóttist ekki heyra og stóð upp og fór. Samt brosti hún til mín, svo blíðlega, svo fallega. Bros hennar gæti brætt hvaða hjarta sem er. En ég neyddi mig til að hunsa það. Ég sagði við sjálfa mig, ef þetta rifrildi á að enda, þá ætti hún að vera sú sem ætti að biðjast afsökunar, ekki ég. Síðar kvöldið fór hún í sturtu á meðan hún raulaði upp á alls lagið okkar. Ef ég hef ekki verið svona þrjóskur, hefði ég raulað með, eins og við gerðum alltaf. En ég lét stolt mitt ræna mig líka þeirri stund. Og þegar hún kom úr baðherberginu, lét ég sem ég væri þegar sofnaður. Klukkan 3 nóttu klappaði hún mér blíðlega og reyndi að vekja mig. Ég strauk hendi hennar frá mér og hugsaði að hún vildi bara pláss. Ég vissi ekki að þetta væri í síðasta skipti sem ég myndi finna fyrir snertingu hennar. Ég sofnaði aftur. Þegar ég vaknaði klukkan 7:15, of seinni í vinnuna, var hún enn í rúminu. Ég sagði ekki orð við hana. Stolt mitt var sterkara en ástin mín á þeirri stundu. Ég flýtti mér, borðaði morgunmat og fór úr húsinu án þess að líta öxl. Kvöldið þegar ég kom heim fannst mér húsið undarlegt. Hurðin var enn galopin, borðið ósnert, nákvæmlega eins og ég hefði skilið það eftir morguninn. Hjartað hertist í brjósti mér. Ég hljóp upp stigann og fann hana enn liggjandi í rúminu. Sími minn rann úr greipum mér þegar ég hljóp til hennar. Elskan, hvíslaði ég skjálfandi. Húð hennar var köld, brjóstkassinn hreyfðist ekki. Ég féll niður við hliðin á henni, hrópaði nafnið hennar og þrýsti eyrunum að brjósti hennar. Ekkert, engin hjartsláttur, engin andadráttur. Ég hrópaði á Jesú að vekja hana aftur, en það var of seint. Það var fyrst raunverulega daginn sem við jarðsungum hana, að konan mín, hún var farin, bara svona.
Þá fyrst áttaði ég mig á sannleikanum. Konan mín var með asma. Nóttina 3:00, þegar hún rétti út höndina til að vekja mig, hlýtur hún hafa verið að fá kast. Hún var líklega að biðja mig hjálp, innöndunartæki sitt, loft, líf. En ég lét stoltið mitt koma í veg fyrir það. Ég strauk henni til hliðar, ég strauk hendi hennar til hliðar. Ég sneri baki í hana. Ég lét konuna sem ég elskaði deyja við hlið mér. Heimurinn minn hruninn, hjarta mitt tómt. Ef ég gæti snúið tímanum við, myndi ég afturkalla hvert einasta hart orð, hverja þögn, hverja þrjóska ákvörðun. Í dag get ég bara hvíslað nafnið hennar og vonað að hún heyri mig Stella, fyrirgefðu mér, fyrirgefðu ástin mín. Lífið hefur þann hátt á að minna okkur á að stolt þjónar engum tilgangi í ást. Rifrildi, særindi og þögul meðferð geta virst réttlætanlega í hita augnabliksins, en þau byggja aðeins veggi sem ræna okkur dýrmætum tíma. Ekkert brauð, engin mistök, engin galli nokkuð tíman þess virði að missa einhvern sem þú elskar. Það sem skiptir mestu máli samúð, þolinmæði og að velja frið fram yfir stolt. Svo fyrirgefðu fljótt, elskaðu djúpt og láttu aldrei egóið þitt þagga niður í hjarta þínu. Dag einn mun tími renna út og engin afsökunarbeiðni verður heyrð, engin faðmlög verða endurgoldin. Segðu fyrirgefðu þegar þú getur. Segðu ég elska þig á meðan enn gefst tími. Því ást snýst ekki að vinna rifrildi. Hún snýst að missa aldrei þann sem skiptir mestu máli. Það segir í Filippibréfinu 2, 3 og 4: Gjörið ekkert af eigingirni eða hégóma gind, verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfæður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Okkur hollar að hafa það ávallt hugfast og við þekkjum vel það sem Páll segir í 1. Korinthubréfi 13, 3-7. Kærleikurinn langleitur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrækin, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Guð kærleikur og hann þráir að við endurspeglum kærleika hans. Amen.